Já, forseti þakka Stefáni Eiríkssyni fyrir greinagott erindi og þar sem að þetta svona óhefðbundin fundur þá megi það alveg klappa en venjan samt ekki svo að það sé klappa í borgarstjórn. Næst ætla ég að kynna Önnu Björgu Jónsdóttur öldrunarlækni en hún með erindi sem ber yfirskriftina að byggja brýr samvinna þjónustu við aldraða. Gjörðu svo vel, Anna. Góðan daginn, forseti, borgarstjóri, borgarstjórn, öldungaráð og aðri gestir. Ég heiti Anna Björg Jónsdóttir og ég öldrunarlæknir á Landspítalanum. Fyrst langar mig nú bara til að biðja að þakka fyrir þetta tækifæri til að koma fram hérna í dag og tala kannski svona okkar sýn á Landspítalanum og okkar öldrunarlækna á þessi mál. Og ég valdi að hafa yfirskriftina að byggja brýr vegna þess að mér finnst það vera það sem skiptir máli. Við getum, hvert og eitt okkar getum ekki verið eitthvað eyland og vera að vinna þessum málum eitt og sér. Það sem ég ætla bara rétt að fá svona tæpa á til að byrja með svona smá inngangur. Langar að segja ykkur frá þeim verkefnum sem í gangi hjá okkur á öldrunarlækningadeildinni og flæðissviði hérna Landspítalans og svo kannski stuttar hugleiðingar það sem við sjáum fyrir okkur svona hvað varðar framtíðina. Eins og þið náttúrulega vitið og ég þarf ekki að fara að telja upp en það samt óskaplega erfitt að byrja nokkurt erindi á þess aðeins að segja það að öldruðum fer fjölgandi. Það gott, við erum óskaplega ánægð með það. Það ber vott það að við höfum verið að gera eitthvað rétt í gegnum tíðina. Stefna í að verða 15% þjóðarinnar, hérna 67 ára og eldri, eru núna næstu í 12% og þeim sem eru 85 ára og eldri, þeim fjölgar hraðast. Allt upp í, og fjölgun næstu í helmingsfjölgun á 10 árum. Sem betur fer þýðir þetta líka þannig að heilsufar aldraðra fer batnandi og þá minni þörf í raun og veru fyrir mína þjónustu en meiri þörf fyrir kannski annars konar þjónustu en heilbrigðis. Bara nokkrar tölur svona íbúasamsetninguna. Eins og þið sjáu þá Reykjavík litað rautt þarna sem að þýðir í raun og veru að það flestir aldraðir af höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík. Ekki endilega að það sé eitthvað slæmt, þetta bara eins og staðan Það sem langar aðeins til að svona ræða hverjir eru það sem að nýta þjónustu spítalana. Þetta endar grein, eða rannsókn og grein sem var gerð 1995 og komin aðeins til ára sinna en það ekkert sem bendir til þess að þetta hafi breyst eitthvað drastískt á þessum tíma. Þetta eru tölur frá Bandaríkjunum en Bandaríkin, tölur þaðan hafa svo sem alveg gagnast okkur hér á Íslandi líka. Og eins og þið sjáið, þá svona cirka 42% sem bara ekkert að koma á spítalann. Og þetta eru 70 ára og eldri. Cirka 1/4 sem kemur afskaplega lítið á spítalann. Restin, og kannski helst þessi 5%, eru þeir sem eru að koma endurtekið á spítalann. Það eru kannski helst þeir sem ég og mín sérgrein erum að fást við dagsdaglega. Það vill þannig til að á flæðasviði Landspítalans þá höfum við verið að vinna að svona gæðaverkefnum síðasta 1,5 árið eða svo. Helgast af því að bráðadeildin og öldrunarlæknadeildin voru sett undir sömu yfirstjórn og þá sköpuðust tækifæri til samvinnu þarna á milli. Og eitt af þessum verkefnum köllum við ACE-verkefnið og ACE stendur fyrir Acute Care of the Elderly. Þetta samstarfsverkefni við þessa stofnun í Kanada sem heitir Canadian Foundation for Healthcare Improvement og Canadian Frailty Network. Og frailty stendur fyrir hrumleiki, fyrir þá sem ekki vita.
þessar 2 stofnanir í Kanada hafa, þetta eru sem sagt ríkisreknar stofnanir sem hafa það að markmiði að koma gæðaverkefnum sem hafa virkað vel á einum stað að breiða þær út til restina af Kanada. Og það sem við vorum svo heppin að fá að vera hluti af er þetta verkefni sem byggist á verkefni sem er upprunnið í Toronto á spítala þar sem heitir Mount Sinai, þar sem menn í kringum 2011 og svona 2011 til 2013 þróuðu svona strategíu, ég vil leyfa mér að sletta, sem gengur út á samfellu í þjónustu við eldri borgara. Og þá eiga þeir við samfélagið, bráðamóttökuna, þá sem eru inniliggjandi og þá sem eru líka á göngudeildar. Ég ætla bara að fá að svona. Þetta er svona þetta sem þeir kalla samfellan í þjónustunni og þetta gengur eiginlega út af það að þú horfir á eldri borgaran sem í samhengi við þessa þjónustu. Það er ekki hægt að taka einhvern einn hluta út og ætla að bæta hann. Þetta er svona heild og svona hringur sem hangir saman. Og þeir hafa verið að vinna í mismunandi verkefnum á mismunandi stöðum í þessum hring. Þetta er ekki eitthvað verkefni sem að maður leysir í eitt skipti fyrir öll. Þetta er þróunarverkefni sem að maður heldur áfram með áfram. Og við vorum sem sagt svo heppin að verða hluti af þessari samvinnu. Við erum einn af 18 stöðum sem í þessu og við völdum í okkar fyrsta verkefni að leggja áherslu á bráðamóttökuna og komu fólks á bráðamóttöku. Og þetta var einfaldlega valið vegna þess að einhvers staðar þurftum við að byrja. Það felst í því að bara akkurat núna, í þessum töluðum orðum líkum við að segja á síðustu viku og þessari viku, þá hefur verið innleidd svona skimun á bráðamóttökunni. Skimtæki sem að hjálpar okkur og starfsfólki bráðamóttökunnar og starfsfólki spítalans þar af leiðandi til þess að átta okkur á því hvaða sjúklingar það eru sem að þurfa á frekari öldrunarþjónustu að halda. Í raun og veru hver er þessi 5% sem ég talaði um áðan? Hvernig finnum við þetta fólk til þess að bæði nýta tíma okkar og þeirra sem best? Sem hluta þessu þá hefur verið settur svona nýtt starf af stað á bráðamóttökunni sem við köllum GEM-hjúkrunarfræðingur og GEM-hjúkrunarfræðingur stendur fyrir Geriatric Emergency Management upp á ensku og hlutverk þessa hjúkrunarfræðings er að aðstoða aðstandendur og sjúklingin á bráðamóttökunni og starfsfólk bráðamóttökunnar við það að koma viðkomandi heim sem fyrst í viðunandi úrræði, efla þjónustuna heima ef að þess þarf. Svona tengiliður. Við höfum líka verið með almenna fræðslu fyrir starfsmenn bráðamóttökunnar og svo til þess að, við búumst við því að með þessari skimun og með þessari aðferð að þá fáum við fleiri á göngudeildina til okkar á öldrunarlækningadeildinni, göngudeildina sem á Landakoti. Og til þess að vera undir það búin þá höfum við líka verið að endurskipuleggja vinnun okkar þar. Og það er kannski hitt verkefni sem ég langar að segja ykkur frá. Síðasta haust þá var haldin svona vinnusmiðja á haustdögum út frá hugmyndafræði sem kallast 3P. Ég ætla nú ekki að fara nánar út í, ef einhver hefur áhuga að vita eitthvað nánar um það, þá get ég sagt frá því bara prívat, það er ekkert mál. En þetta kom út úr þessari vinnu og við fórum af stað með tilraunaverkefni sem við byrjuðum á bara í 6 vikur og þetta gengur út á það að það er verkaskipting faghópa, það er læknir, hjúkrunarfræðingur og sjúkraþjálfari. Það er áhersla á sjúklinga frá bráðamóttökunni sem þurfa að hitta allar þessar 3 fagstéttir. Þannig að við erum að tala um hrumt eldra fólk sem er með einhver líkamleg veikindi og sem gæti haft gagn á því að hitta þessa 3 faghópa. Í stuttu máli sagt
Það er bara rétt að fara yfir örstuttar niðurstöður. Þá var þetta mjög gott verkefni og þarft og við komst að því að þetta var actually að virka. Það var nú ekki alveg þannig að allir væri að koma frá bráðamóttökunni, heldur komu nokkri líka beint úr heimahúsi. Og kannski bara svona svo þið áttu ykkur á því að þetta er ekki bara eitthvað sem hefur áhrif á sjúklingin sjálfan eða þenn eldri einstakling, heldur er það öll fjölskyldan sem er oft á tíðum alveg buguð. Þannig að stundum þá er maður að meðhöndla alla fjölskylduna. Það voru mjög margir sem voru með einhvers konar aðstoð þegar þeir komu til okkar. Við sjáum það er meiri hlutinn, bláa súlan bláa súlan er nei og já er appelsínugult og það voru 9 af 14 sem voru með félagslega heimaþjónustu. Og ýmis úrræði, þetta er kannski svolítið smátt, þið kannski sjáu þetta ekki, en það voru nokkrir sem við lögðum bara beint inn til okkar og sumir komið til okkar á dagdeildina. Það var ýmislegt svona sem við gátum sett af stað. Það sem að gerðist, að því að megin markmiðið var að að þessir einstaklingar myndu hætta að koma á bráðamóttökuna. Og það var það sem gerðist á þessum tímabili þegar við tókum þetta út 3 mánuðum seinna, þá var bara 1 sem hafði komið aftur á bráðamóttökuna af þessum einstaklingum. Það sem að við myndum gjarnan vilja í framhaldi af þessu er samvinna bæði við heimahjúkrun og heilsugæsluna til þess að finna þessa einstaklinga sem við vitum að eru í heimahúsi og myndi þurfa okkar aðstoð að halda. Stundum er það þannig að þetta er einfaldlega fólkið sem að kemst ekki til læknis, sem að kemst ekki til heimilislæknis, sem að kemst kannski ekki einu svona á bráðamóttökuna. Þannig að við myndum gjarnan vilja aðstoða heimahjúkrun og eða félagsþjónustuna til þess að finna þetta fólk. Af því við trúum því að við getum gert eitthvað sem að myndi vera þeim til góðs. Það er náttúrulega þessi hugmyndafræði sjúkrahús heima sem hefur líka verið svona maður hefur verið talað um. Þetta er ekki alveg það sem við erum að tala um. Við erum ekki að tala um það að vera með sjúkrahús heima, heldur erum við að tala um mat og plan og setja einhvers konar áætlun það hvað viðkomandi þarf. Mæta fólki það sem það er heima. Sjúkrahús heima gengur meir út af það að meðhöndla fólk í heimahúsi fyrir vandamál sem eru afmörkuð. Svona í flestum tilfellum er það þannig. Byggjum brú sett ég sem yfirskrift, einfaldlega vegna þess að mér finnst mikilvægt að við tölum saman. Þessir aðilar sem eru að sinna þessari þjónustu, þetta getur oft verið svolítið flókið að finna leiðir í gegnum kerfið. Með þessu móti viljum við svona allan að gera okkar til þess að þessi byggt brú yfir til félagsþjónustunar og heimahjúkrunar og heilsugæslunnar fyrir þær sakir. Varðandi framtíðina, það er ánægjulegt að það er að byggja fleiri hjúkrunarheimili, hjúkrunarrými, en ég held samt að það sé ekki kannski gullna lausnin vegna þess að við getum ekki endalaust haldið áfram að byggja hjúkrunarrými. Eitthvað annað þurfum við að finna, einhverja aðra lausnir og eitthvað svona nýtt þurfum við að finna út úr. Það er spurning hvort að veri minni þörf svona í framtíðinni. Það verður bara tíminn kannski svolítið að leiða í ljós. Ég hugsa verði aukin áhersla á að fólk fái svolítið sjálft að ráða þjónustunni. Þeir eldri borgarar sem að ég tala við eru oft dálítið, hvað maður að segja, pirraðir, leiðir á því að þeir fá ekki sjálfur að ráða hvenær þeir fara í sturtu til dæmis. Þannig þetta að fólk fái aðeins meira val þá þjónustu sem það þarf að þiggja, ég held að það verði það sem að fólk vill í framtíðinni. Ég held að veri meira svona endurhæfingarúrræði
og skammtíma innlagnir og eitthvað held ég líka að fólk muni þurfa á svona vaktþjónustu að halda, þannig að ef að eitthvað kemur upp og það geti þá hringt eitthvað og fengi aðstoð. Það alltaf búið að tala þetta heil lengi hvar á að stýra þessum málaflokki og það ákveðið hagræði því að þetta sé stýrt á einum stað. Þá betur að hætta svona stýra þjónustunni. Höldum að ég sé það fyrir mér að svona fjölbýlum mun allavega fækka. Þeir sem á hjúkrunarheimilum, þeir kjósa fremur að vera í einbýli, svona upp til hópa, þó sé alltaf einhverjir sem að vilja vera í fjölbýli. Og ég held að við þurfum að vinna saman að þessu, sveitarfélögin og Landspítalinn og ríkið væntanlega líka, af því að þetta ekki eitthvað sem að einhver einn getur leyst einangrað. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Anna.